Já, komið sæl aftur. Los Angeles brennur og það hefur nú kannski ekki farið fram hjá mörgum, en þar geisa nú miklu skógareldar sem að hafa, þegar þetta tekið upp, þegar þetta talað, þá hafa 2000 hús bara horfið hreinlega og orðið eldinum að bráð. Þetta margar fjölskyldur, mikil menningarverðmæti ýmislegt þarna í borginni sem að undir og verður eldsmatur. Hjá mér Jakob Frímann Magnússon, fjöllistarmaður, myndi ég nú bara segja, og varaþingmaður, fyrrum þingmaður og tónlistarmaður. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú, segðu mér hvað eiginlega að gerast þarna út í Los Angeles? Það erfitt að átta sig á því að þetta skuli vera með þeim hætti sem það þegar þú ert með gjörvöll Bandaríkin undir í liði með þér, herinn og alla sem ættu að vettlingja geta valdið, að þetta skuli vera svona taumlaust og svona stjórnlaust og búið að granda, eins og segir, yfir 2000 heimilum í mörgum og dýrustu hverfum borgarinnar. Og þetta í sjálfu sér eitthvað sem að kemur svona reglulega, það kom einhverju skógareldar og þeim haldið niðri. Nú aðstæðu þannig að það eru miklir vindar og það feikjast og smitast út eldurinn með þessum hætti og erfitt að ná í vatn út af vindum og svona sko, þetta eru skýringar sem að halda eiginlega ekki vatni. Þá sækjur vatni bara eitthvað annað í næstu ríki og það lýst yfir neyðarástandi og það bara allt gert til að stöðva þetta, en það einhvers tregða í kerfinu. Ég veit ekki hvort að svo tregða byrja milli eyrnana og hinnum aldna núverandi forseta eða hvað það sem að kemur í veg fyrir þetta sé bara stöðvað, því að þetta hryllingsástand og ekkert minna, og þetta eru svæði sem ég þekki mjög vel frá því ég bjó þarna. Þeir búið í húsi sem brunnið til kaldra kola núna og öðru sem á leiðin í eldin og vinir manns eru þarna út alla borg og þetta bara alveg svaðalegt ástand sem að maður í rauninni þakkar að það munaði ekkert mikla að maður væri þarna sjálfur þessi áramót. Já. Ertu í sambandi við þína vini þannig úti? Já. Geturðu kannski listi fyrir okkur svona hvernig hafa þau það? Já, sko það misjafnt eftir hvar fólk búandi. Þeir sem að ein mjög náin vinkona sem býr í Hollywood hæðunum, hún var pollróleg hádegisbilið í gær en var síðan skipað að yfirgefa heimilið og þurfti að flytja inn á hótel í nótt. Í þeim hluta Hollywood, sko, þar sem að byrjaði að loga, þar hefur náðst stjórn á málinu og hún má fara aftur inn núna síðdegis og í lagi enn. Þú veist að þetta eru gríðarlega áhrif á líðan og andlega heilsu. Þú ert með aðleigu þína kannski og listaverkin þín og svo eru margir sem að komast ekki spönn frá rassi, bílarnir bara fastir í teppum á miðjum vegum. Ég sá nú eitthvað myndband þar sem að var svona eins og svona ýta, svona stór ýta að svona skópla í burtu bílum sem sátu fastir í umferðinni og fólkið hafði yfirgefið vegna þess að eldurinn var einhvern veginn farin að færast nær og umferðin í einhverju svona deadlock. Og þannig að fólki hljópi burtu, þannig að það var verið svona íta burtu þessum bifreiðum, glæsibifreiðum. Akkurat, þetta eins og segi, sko, það er húsið sem að Roy Rogers, kúreka hetja kvikmyndana byggði og vinur minn Sigurjón Sigvardsson bjó í. Það brann til kaldra kola í gær og börnin hans sem að ólust upp í hverfinu, hans og Sigríðar Jónukona, allir þeirra vinir sem að eru enn í hverfinu og fjölskyldur þeirra eru bara búin að vera á flótta undan eldunum og þetta er mikið högg bæði fjárhagslega og tilfinningarlega og fólk bara í losti og við sem að fylgjumst með þessu erum þetta alltaf líka. Þetta alveg svakalega
óhugguleg situasjón. Nú eru þetta eru svona efri lög samfélagsins, þetta eru fínu hverfin, svolítið sem að brenna. Já, þarna vestanveg sem rétt við Malibu ströndina og þarna, já, Pacific Palisades og nú Brentwood sem búið að vakjóera og þetta mikið af Hollywood-hæðunum. Pasadena sem gamalt svona spænst fallegt hverfi og Glendale sem þetta nálægt svona city miðborginni gömlu. Það nú ekki eins dýr hverfi, það skiptir kannski ekki öllu máli hvað fólk átti mikið eða sko verðmætin þau föður upp og það mjög tvísynt með hvað tryggingafélagin munu greiða. Þeir eflaust eftir smáa letrinu í samningunum og oft eru margir sem virðast hafa hreinlega mist brunabótatrygginguna sína svona rétt fyrir. Já, það eins og menn hafi fundið á sér að eitthvað vera að fara úr bandunum. Þegar ég bjóð þarna í 6-7 ár sko á sínum tíma þá snerist óttinn eða áhyggjurnar ef að þær voru á annað borð eitthvað, bara jarðskjálfta. St. Andreas Fault sem þarna norðarlega í Kaliforníu, það auðvitað hafa skolfið þarna, jörðin hefur skolfið nokkur sinnum og allir voru að bíða eftir stóra skjálftanum, hann nú sem betur hefur ekki komið ennþá, en það var enginn séð fyrir svona óbóðslega mikla skógarelda inn í miðjum íbúðahverfum. Og þetta óhugnulegt, eldur eru þetta eitthvað svona sem maður ræður ekki við. Akkurat, og við erum búin að vera að glíma hér við jarðelda allt síðustu misseri og þekkjum allt sem að því lítur, en við erum með samfélagsgerð hér sem að tekur kannski betur utan fólk og megnar að róa það niður og þú veist, við kaupum húsinn og sjáum til þess að fólk missi ekki aðleguna við það að það bersti fram jarðeldar, en þarna blasir það við hans í morgum að hafa mist listaverkasafnið sitt, hljóðfærasafnið sitt aðleguna. Hvað telur að verði þetta fólk? Já, sko, það nú bara það sem að eflaust á eftir að véla þetta allt svo nýtilkomið og það eins og það sé ekki nægileg svona yfirstjórn á þessu einhvern veginn. Maður segir, býttu ekki hægt að nálgast vatn, það bara nóga vatni í Kyrrahafinu, þarna við ströndina, sækið það. Það bara svo erfitt, það kom ekki vélunum, það svo mikil vindur. Þetta eru Santa Ana vindarnir sem að koma úr eyðimörkinni og þeir eru með allra sterkasta móti núna og kannski þetta einhvers konar birtingament, hérna miklu svona yfirvofandi hamfara hlýnunar og veðurfarsbreytinga og umhverfis þáttar sem að þetta búið að vera var okkur við og við gjöldum dýru verði nú þegar árlega í milljarða upphæðum sko okkar framlag til hinn á þessara þáttar sem að við verðum ekki verið að gera nóg. Já, hvernig nóg? Við erum sennilega þrátt fyrir allt sjálfbærasta og grænasta ríki í heimi, hvað sem menn segja og með næststærsta flota rafmagnsbíla í heiminum eftir Norðmönnum og við erum með hituð heimilinn úr jarðvarmanum og raforkuna úr fallvötnunum og svona. En við erum allavega að sýna mikla samfélagslega ábyrgð með heiminum miðað við þær upphæðir sem við erum að demba inn og nú beðið meira og það beðið meira í samhengi varnarmála núna og NATO og alls þessa. Þannig að það ljóst að íslenskra skattgreiðenda bíða áskorunir á næstu misserum og mánuðum. Já, og þú vilt tengja þetta þessum skógareldum? Nei, ég nú að segja bara sko í stóra samhenginu þegar svona verður, þá held ég að Íslands samfélagsgerð sé mun heilbriðari og allavega mannvænni fyrir tegnana heldur en bandaríska samfélagsgerðin sem að nú ekki einu sinni með þessa tegund velferðarkerfi sem okkur finnst vera sjálfsagt mál hér á Norðurlöndum og víðar. Að sko við tökum utanum fólkið, róið það, sefum það og finnum því stað og steyðjum við það, en spurningamerkin eru bara út allt hana. Já. Fyrst bara að bjarga lífi sínu og því sem að hægt að bjarga og finna eitthvað þak yfir höfuð bara í nótt og næstu nætur, en svo algjörlega óljóst ennþá sko hvað hið opinbera
ætlar sér, því að það eru frumskógarlögmálin gilda miklu meira í Amríkunni heldur en á okkar gamla góða eldgöln Ísafold. Virðist ekki vera svona á þessum spjallborðum sem að ég hef skoðað núna eftir að þessar eldar tóku sig upp. Borgarstjórinn í Los Angeles er ekki mjög vinsæll. Hvernig getur þú aðeins útskýrt fyrir okkur, hvað er það sem gerir hann svona óvinsælla? Það eru margir þættir og flóknir. Þetta er sko mikið fjölmenningar samfélag sem að hefur glímt við alveg gríðarlega, svona getur við sagt, svona dramatíska stéttaskiptingu. Það er alltaf mikið búið að flæða fólki yfir landamærin frægu frá Mexíkó eða suður hluta Ameríkunar og réttindi þess fólks eru mjög óljós og miklu uppnámi og endalaust verið að hóta því að henda þessu fólki út og byggja mikla varnarmúra. Sko það að ná utanum sko borg eins og Reykjavík, 150.000 manna samfélag og halda almennilega utanum það hefur nú reynst mörgum manns erfitt. Að ná utanum borg sem ultimately er 25 milljón manna svæði, þú tekur þetta stór Los Angeles svæði, þá er þetta alveg gríðarlega stórt og mikið og lagskipt. Og við getum sagt að vandamálin eru svo margþætt í þessum ólíku lögum samfélagsins að það að ná almennilega utanum það hefur nú því miður bara ekki, það er reynst þrautin þingri að ná því. Þannig að ég nú talaði forgangsröðun í svona fjáraustri borgarinnar. Það sé verið að leggja til allt og mikla fjármuni, til dæmis í einhverjar svona hvað heitum við þetta, svona forvirkar rannsóknarheimildir, lögreglu, LAPD og að reyna að stemma stigu við glæpa bylgjónum öllum og öldunum. En á meðan þá virðist slökkviliðið vera fjársvelt. Já, það er, en þetta er auðvitað meira en slökkviliðið sem að þarf að koma til þarna. Þetta þarf að koma úr himinhvolfunum. Þetta eru þurrkar og þetta er vatnsskortur sem að er að láta þetta ganga svona langt, svona lengi og valda þessum gríðarlega skaðræði og þessum gríðarlegu harmleikjum í þúsundum fjölskyldum. Hvernig hefur þetta áhrif heldur á bara heimilislausa í borginni? Nú er það til dæmis alveg svona ofboðslega bara stór og mikill vandi, fjölþættur vandi heimilislaust fólk í LA. Já, það hefur vaxið alveg gríðarlega á undanförnum árum og sko heimilislausir voru sýnilegir í því sem kallaði Skid Row, sem er gamla miðborgin sem að varð síðan mjög bara hættuleg svæði og vanrækt og menn voru ekkert mikið að fara þangað niður eftir. Núna er sýnileiki heimilislausra í Los Angeles og reyndar San Francisco og fleiri borgum hana alveg sko gigantískur. Hann er sérstaklega þegar að fer aðeins að rökkva. Þá bara sko hópast fólk í þúsundavís, bara eins og ofan úr hæðunum og hvaðan það kemur, með einhverju teppi eða pappakassa eða eitthvað og er út úr heiminum upp til hópa. Þetta er ekki bara heimilisleysi, þetta er fólk sem er á þessum Oxycontin lyfjum og öllum þessum hryllilegu ódýru lyfjum og það sér offsjónir og er að elta hunda sem er ekkert á svæðinu og svona skilur og þetta er alveg óboðslega óhuguleg birtingamynd fíkni ástands og fíkniefna faraldurs sem að hefur því miður bara ekki náðst að stemma stigu við og fer bara hraðvaxandi. Og þetta er eins og bara sjálf Hollywood Boulevard með hennu sögafræga Roosevelt hóteli. Og Hollywood Boulevard sjálf er nú sæmilega hrein svona á daginn og kvöldin, því er haldið í lagi. En næsta gata þar fyrir neðan, næsta gata þar fyrir neðan og þar fyrir neðan, þar er fólk bara í þúsundavís frá og með rökkri og til morguns og þá er því ítt burtu. Og hvað verður þetta fólk? Já, sko, ég var þarna í fyrra og spurði
lögreglu stjóra sem ég heiti, byrju hvernig stendur á því að þessu fólki ekki útvegað húsnæði og matur? Því að maður var að fara á kvöldin bara með doggybak og svona út gluggan, út rifi á bílróðunni rétt að því. Hann sagði þetta fólk allt með húsnæðisbætur og allt með matapeninga en það kýsa nota ekki það. Þeir notar það í fíkniefnin. Já, þannig að það þá nú eitthvað brotið. Já, sko. Það bara það brotið að þetta nær ekkit utanum svona massíft, sko. Þetta er svo fjölmennt og þetta er svo alvarlegt og þetta er svo, það þyrfti svo, sko, mikinn her sálfræðinga, félagsfræðinga, lækna og hjúkrunarfólks til þess að reyna á utan og það, þú hjálpar ekki fólki í svona ástandi nema að bjóðu upp á það að láta hjálpa sér. Alkohólistinn, hann verður að ná botninum og vilja sjálfur læknast. Já, og nú svona bara í þessu árferði, þessu eldhafi sem að núna umlykur Los Angeles, hvað verður þetta fólk? Já, þetta fólk sennilega, sko, í fyrsta lagi bara mjög skekið af ástandinu og því að það sé hvergi óhullt, sko. Og ég meina nú hlýtur þessi hópur að stækka umtalsvert. Já, hann mun stækka. Fólk missir heimili sín. Vonandi fjölga nú ekki, sko, mjög mikið, sko, sjálfum fíklunum sem eru á vergangi þó að brenni hús og venlegu fólki, sko, en það verður augljóslega mikill svona innviða vandi núna sem blasir við. Góðu fréttirnar, það hægt að tala það í þessu samingi þetta að Suður Kalifornía eða Kalifornía nú eitt af sterkustu hagkerfum heims. Stundu talaði það, sko, 5. ríkasta hagkerfi heims, bara þetta eina fylki. En fátækafólkið hins vegar mjög fátækt. Já, mjög fátækt og þá... Það mikil ójöfnuður. Já, gríðalegur ójöfnuður og bara einhvern veginn, maður sá það alveg strax og maður kom þarna fyrst bara sem nánast táningur að það mikið af fólki sem að kemur þarna með drauma og einhverjar svona langanur og þrár til þess að ná fótfast í einhverjum iðnaði, kvikmyndum eða tónlist eða einhverju og nær kannski ekki máli og brotnar og neyðist til að segja sér til sveitar og verða þá bara svona einhvers konar afgangsstarðir í samfélaginu og þetta ríka kerfi, þetta fjórða öflugasta hagkerfi í heiminum hefur ekki náð að koma sér upp einhvers konar mekanisma til að taka á móti þessu fólki. Kannski vantar svolítið mennskuna í það. Já, það bara ekki sjálfgefið norræna velferðarmódelið þykir ekkit sjálfsagt nema bara á örfáum stöðum í heiminum. Og við erum svo góðu vön hérna á Íslandi í þessu samingi öllu. Við erum alltaf þjóð sem frá landnámi var alltaf í því að taka utanum hvort annað fólki, sko, og reyna að hjálpa þeim sem að þurftu hjálp og þó okkur finnist heilmikið vanta upp á það en þann dag í dag, þá erum við samt hvað samfélagsgerð snertir og velferð almenna miklu betur stödd heldur nokkurn veginn allar aðrar þjóðir í heiminum. Þetta get ég sagt hafandi búið, verandi fæddur í Danmörku, starfaði í Þýskalandi, Bretlandi, Bandaríkjunum út allt. Ég hef samanburðinn og það engin staður betri í heiminum til þess að ala upp börn og vera með fjölskyldu og lifa öruggu lífi og stunda fagurt mannlíf ef það viljinn. Heldur við eftir að sjá hérna flóttafólk frá LA eða bara frá Kaliforníu hérna á Íslandi? Ég hugsa nú að það verður nú kannski ekki mikill við finnum ekki mikið fyrir því þrýstingurinn kemur frá öðrum þjóðum sem eru svona í það heila kannski mun settar en við en maður skynjar auðvitað sérstaklega eftir að endurkoma Trumps lá ljós fyrir að margir Bandaríkjamenn horfa til okkar, myndi gjarnan vilja fá að vera hér en við höfum bara
við erum svo langt á eftir með innviða uppbygginguna, bara húsnæðismál og allt sem að þyrfti til þess að taka móti fleirum en við erum þegar búin að gera, við erum bara svo langt á eftir því. Ég bara búið til svona megasamfélag, svona risaborg. Já, sko, já, þetta getur þetta mætti dreifast kannski landið meira svona þeir sem að vilja koma hingað. Ég held að það sé alveg mjög fyrirsjáanlegt að það mun stöðugt fjölga þeim sem vilja komast inn í okkar samfélag og þá það auðvitað ekki út af veðrinu, það er ekki út af jarðeldunum á Reykjanesi, það er ekki út af því að við séum svo þægilega nálægt sólarströndunum eða hvað, heldur bara fyrst og fremst, það eru gigantísk vandamál meðal 1000 milljóna manna af þessum 8000 milljónum manna í heiminum kvenna, þá eru meiri hlutin í djúpum vanda, bráðafátakt, óðbóðslegum félagslegum vanda, stríðsvanda og svo yfir vofandi ofhlínun jarðar sem að muna líkindum ná síðar til okkar en annara. Já, og með öðrum hætti. Með öðrum hætti, já. Hér orðið kaldara, það var ekki síðasta ár, 2024 var kaldasta ár hér bara bara síðan á 18. öld. Já, það er auðveldar að verjast kuldum en hít. Já, það verður þetta. Ef ég þarf að velja milli tveggja, þá get ég haldið minni orku og starfsgleði mun óskertar í köldu veðri sem ég get klætt af mér heldur en í ofmiklum hita sem sviftir mann orku og getu til þess að vera energískur. En kannski svo, við lítum aðeins til Hollywood, skemmtanaiðnaðurinn, þetta er nú auðvitað mekka skemmtanaiðnaðs veraldar í rauninni. Hollywood er bara bíó. Já. Hvaða áhrif mun þetta ástand? Ég muni þessir eldar, þeir hljóta hafa einhver áhrif þarna á. Þetta er að fara að breyta einhverju. Þetta er alveg lykil aðilar úr þessum iðnaði sem þú ert að tala núna búa akkurat á þessu svæði sem er vest úti núna. Það er Pacific Palisades brent út og eventuelt Hollywood, Bel Air og Beverly Hills og svo Hollywood. Þannig að það er alveg óbúðslega mikið af fólki, vorum að ræða þetta við Sigurjón Sighvatsson í gærkvöldi. Hann er náttúrulega mjög sleginn, hann er búinn að búa þarna í 40 ár og mikið af hans nánustu vinum og fjölskyldu vinum þeirra hjóna og barna þeirra eru bara á vergangi og búin að missa heimili sín og þetta eru harmleiki sem að náttúrulega snertir vinafólk sem að fylgjast með þessu fjarlægð, agndofa og þetta mun hafa áhrif á iðnaðinn og þetta mun hafa áhrif á líf og störf. Það er nú afstaðið mjög langt verkfall sem að hefur sett hennan geira í mikið viðvarandi uppnám og skert framleiðslugetuna. Nú, við skulum horfa til þess að við erum að fá vaxandi fjölda verkefna hér upp til Íslands frá Hollywood, frá Netflix og HBO og öðrum stór framleiðendum, sjónvarpssería og kvikmynda. Það er bæði út af þessu endurgreiðslu hlutfalli sem við höfum verið að bjóða og líka því að hér eru ekki stéttarfélög sem að valda verkföllum eða töfum á framleiðslu. Við erum bara með vel launað fólk sem er kannski tilbúið bara að vinna og við erum að sjá fleiri og fleiri verkefni koma hingað. Við erum með stór kvikmyndaverð og gufunes að verða svona Hollywood framleiðslu kjarni. Já, heldur þetta verði bara við verðum bara með Universal Studios á Íslandi? Ég held að það er vaxandi áhugi á Íslandi sem framleiðslulandi. Ekki bara út af endurgreiðslu 35% hlutfallinu sem er bara mjög gott og samkeppnishæft en líka bara fegur landsins og þessi dramatísku fjöll og firðir og árstíðirnar og allt þetta. Já, þú sér fyrir að við getum verið Hollywood norðursins? Já, ég held að við séum alveg að stefna í það, Við erum með mjög öflug fyrirtæki sem eru í sjálfu sér vantar fleiri stúdíó ef þetta vera hægt að taka á móti öllum verkefnum sem að hinga vilja koma
og það nú verið að vinna í því að fjölga þeim eitthvað. En enga síður, sko, svo bara sögum fjölda eða fæðar Íslendinga, það náttúrulega bara svo mörg verkefni sem við getum sinnt, nema þá að vera að flytja þvert yfir heiminn, sko, hundruðir manna í stórprodúksjónu, en ég held að þessi... Já, nú þegar þau verða kannski svona nokkuð landlaus í stórbruna. Já, sko, við sjáum nú hvernig þessu vindur fram í kvöld og morgun og hinn, sko, ef að þetta nær inn í, segjum, Burbank og San Fernando Dalinn, þar sem að stúdíóin eru og svona, ef að við erum að fara að sjá stúdíóin brenna með öllum þeim búnaði sem þar nú þá er augljóst að það verður að leita annað, en við skulum bara vona. Heldur það eftir að hreyfa þá kannski frekar við einhverju, af því að þú nú nefnir svona einhverja tregðu við að finna vatn. Já, sko, þar er borið við að það sé og hvasst og það nú mjög sko, það er sjaldgæft að það sé hvassviðri marga dagi röð í Los Angeles, sko, það eitthvað alveg nýtt ef það og ég kann ekki, sko, skýringarnar á því að það sé ekki hægt að fá bara massífa vatnstanga beint úr Kyrrahafinu og slökkva þessa elda. Nei. Af hverju það ekki hægt? Sko, það hann eitthvað, ég reyndar hafði ekki hugsað út í þetta með hafið, en þar talað með grunnvatnið sé uppurið undir stórum hluta Los Angeles og það sé vegna gagnaverana og það sé vegna... Gömul nýja, það er vatnsskortur í Los Angeles, sko, hefur verið, enda þetta í sjálfur sem bara, þetta hluti af eyðimörk, sko. Já. Svo er þetta, sko, þessi ofnotkun, kapitalismin er svolítið svona miskunnulaus herra. Já, 25 miljón mann sem allir þurfa að fara í sturt á mótnana. Ég man, sko, þegar maður var að... Það meira eins og kannski frekar eins og möndlurækt og hérna sem fer í möndlumjólkina sem að svo fer í og svo það þetta Nestlé, stórfyrirtækin Nestlé sem að dælir þannig upp vatni og sko óðbóðsleg avokado toast, þau eru ekki vatnslaus, sko. Nákvæmlega, þegar ég bjóð þarna þá var ég með avokado-tré í garðinu mínum, bananatré og sítrónutré. Og það þurfti nú ekkert að vökva það neitt sérstaklega. Ég man bara hvað það var óskaplega góð tilfinning að vera með, sko, avokado sagt hafa allt það sem mannslíkaminn þarf sér til viðhalds og næringar, að vera með það bara að geta teygt sig eftir því. Low hanging fruit, hvað það, ávextir í augnhæð. Já. Það óskap gott að geta teygt sig eftir vínberun ef maður svangur. Já. Það getur í Kaliforníu og það til skamstíma. Og en auðvitað þetta hákapitalist svæði, iðnaður alveg óðbóðslegur í matvælageiranum og fataiðnaði og öllum geirum samfélagsins. Og ég man þegar maður var að keyra þarna í gamla daga, þá voru risaskilti út alla borg með manni í sturtu, glaðbettu manni og skilabóðum voru syngdu styttri söngva í sturtunni. Sing shorter songs. En það sjáum vegna þess að kranavatnið bara takmarkuð auðlind, ólíkt því sem hún hér á Íslandi. Akkurat. Og það væri mér mjög þungbært að þurfa að stytta mínar morgunsturtur, þetta eru bestu tímar dagsins, hleður sem er orku og tími til að hugsa og njóta. En þetta nú svona, sko, maður öfundar stundu þá sem eru með sól yfir sér alla daga, en þá fylgja sólinni þurrkar, vatnsskortur og eldar eins og við erum að upplifa núna að það kviknar auðveldlega í þarna og húsin eru ekki byggð með sama trausta arkitektúrnum eins og við erum að venjast hér. Ef að skelfur jörð eða brennur eitthvað, þá er það mun fljótar að eyðileggjast heldur en við þekkjum hér í okkar traustu sementshöllum á Íslandi. Ísland besti heimi. Já, við eigum allavega að þakka fyrir það sem við höfum þegar við berum okkur saman við flesta aðra. Jakob Frímann Magnússon, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla LA hérna við okkur. Já, við skulum senda góða strauma til Suður Kaliforníu, okkar góðu vina þar, bæði Íslendinga og annar sem þar búa og óskar velfarnaðar í þessari miklu viðuregn við eldana miklu. Við gerum það. Þakka kærlega fyrir og hlustendur, áhorundur, tók ég við, það kemur meira hér handa við hornið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.